Já, góðan daginn. Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir létta notendur og skoða nánar helstu verkefni sem að þeir sinna í Business Central. Létti notendur, eða team members eins og þeir heita hjá Microsoft, þetta eru starfsmenn innan sveitafélagsins sem að þurfa í raun bara takmarkaðan aðgang að Vice sveitastjóra. Þetta eru til dæmis forstöðumenn, deildarstjórar, verkefnastjórar eða aðrir starfsmenn sem mögulega þurfa til dæmis að samþykkja reikninga, að fylgjast með fjárhagsupplýsingum og áætlunum sína deild eða sína deildir og þurfa svo að fylgjast með og jafnvel samþykkja laun og annað. En við ætlum að byrja aðeins að skoða fyrst bara forsíðuna og útlitið og fara aðeins í gegnum það. Í grunninn þá lítur forsíða allra léttra notenda svona út eins og þið sjáu hér, en það enga síður smá blæbrigða munur á milli notenda því að þó svo þeir allir séu með sambærilegar heimildir í grunninn, að þá geta verið ýmsar stillingar sem að gera það verkum að þetta lítur aðeins öðruvísi út en akkurat hérna. En ég ætla aðeins að fara yfir bara hvernig við til dæmis aðlögum forsíðuna að okkar vinnu. Við sjáum til dæmis hér núna að við erum með vefumsóknarbunka. Einhverjir léttir notendur eru að sinna þessum þætti og þar af leiðandi þetta bara skiptir máli að hafa þennan kassa með. En það einfalt að laga til forsíðuna og sérsníða. Þá förum við hérna í tannhjólið, sérstilla, og þá erum við komin hérna, getum við leikið okkur aðeins hér. Og sem dæmi að vefumsóknar einingin ætti í raun ekki að vera, að þá geti í raun bara smellt hér og fela. Og sem dæmi hér einnig veitukerfið og ég ætla ekkert að nýta það eða nota það í dag, þannig að ég ætla bara að fela þetta og ég geri bara hérna lokið og þá það bara horfið. Og getur maður lagað aðeins til hérna. Einnig hægt að gera breytingar á sýninni hér og ég mun aðeins bara fara betur yfir það á eftir. Eins og ég nefndi þá ákveðin aðgangsstýring í kerfinu þar sem að deildir og annað slíkt settar niður á notendur og kannski bara áhugavert að sýna ykkur svona aðeins hvernig það lítur út. Hérna þessi síða náttúrulega eitthvað sem aðeins kerfistjórar eða stjórnendur með auknar heimildir hafa aðgang að. En þetta þá aðgangsstjórnun léttra notenda og hérna þá notendurnir settir inn og þeir eru síðan afmarkaðir út frá þá sínum deildum, bæði hérna gagnvart fjárhagsgögnum og sem og jafnvel launaáætlun ef að því að skipta. Og þetta gerir það að verkum að þegar þið til dæmis eru að keyra einhverjar skýrslur eða einhverjar greiningar að þá það þessi síða í raun sem að stillir því hvað þið sjáið og sjáið ekki. Þannig að ef að þið mögulega það lendið því í upphafi að sjá ekki deildina ykkar eða ákveðna deildir eða hluta, að þá í langflestum tilfellum líkur skýringin í að hér mögulega vantar einhverjar stillingar. En já, við skulum núna bara henda okkur í verkefni dagsins og skoða núna hlutverkin sem að léttur notandi að sinna. Fyrsta lagi og stærsti þátturinn mögulega samþykkt reikninga
og eins og ég sagði áðan þá getur verið smá útlitsmunur á kössunum sem að þið sjáið og skýringin liggur í því hvernig þú sem notandi ert uppsettur í uppáskriftakerfinu. Síðan þetta skýrslur og greiningar. Notandinn þarf náttúrulega að fylgjast mjög vel með rekstrinum á sinni deild eða sínum deildum og nýtir sér greiningartólin til þess að vera upplýstur stöðumála. Síðan það launin. Sömu notendur hafa aðgang að launakerfinu og launa áætlun og þurfa að samþykkja laun og gera samantektir. Svo það vinnubækurnar. Notandi getur sýslað með þær vinnubækur úr fjárhagsáætlun sem að tengjast sinni deild eða sínum deildum. Og svo það vef umsóknirnar, þar sem náttúrulega margar þjónustur hjá sveitarfélögum eru bara farnar að fara í gegnum vef umsóknir og léttur notandi getur sinnt þeirri vinnu. Já, ef ég fer aðeins yfir þessa kassa sem eru hérna í uppáskriftinni, þá þá þessi eining að segja okkur í þessari mynd að það eru 5 línur sem bíða mín sem að ég þarf að samþykkja og síðan sjáum við þá að það eru 5 línur en það eru 4 reikningar sem segir okkur að það þá í einhverjum einum reikning eru 2 línur og síðan þá hér sem þá varðandi dagsetningu, þannig að maður sjáum að ef að reikningarnir eru að falla á gjalda þá hérna eru þeir þá hér, þetta eru þá 2 af þessum 4 og eins og ég nefndi á þann að þá í uppsetningunni, í uppáskriftinni þá geta léttinnotendur verið með aðeins mismunandi uppsetningu og mögulega er kannski fleiri ekki með þennan reit sem að í raun sýnir þá alla reikninga sem að eru. Þannig að til dæmis ef þeir sem eru með þennan reit myndu vera með kannski 5 eða 10 línur ósamþykktar sem að eru þá sem að bíða þín en síðan myndu kannski standa 50 eða 100 hérna sem þá heildar reikningar í uppáskriftinni. En skoðum aðeins nánar hérna í uppáskriftinni. Við bara smellum á ósamþykktar línur og fáum þá yfirlit yfir þá reikninga eða þá línur sem að við þurfum að samþykja. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna eru bara nokkrar mismunandi upphæðir og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna með einhver upphæð hérna upp á 1590. Við opnum reikningin og skoðum hann að þá ákveðin virkni í kerfinu sem áhugavert að skoða og ég svo sem með sér myndband það ferli en ég gott samt að minnast á þetta hér að undir samþykkjafleipanum eitthvað sem að heitir setja í sjálfvirka samþykkt og sem dæmi kannski reikningur sem að kemur mjög reglulega, bara mánaðarlega og alltaf mjög svipaða eða sömu upphæð að það hægt að setja þannig reikning í sjálfvirka samþykkt og þá í raun myndi maður bara smella hérna, setja í sjálfvirka samþykkt og maður fer hérna yfir upplýsingarnar frá lánardrottninum og myndi segja bara upphæðir sem eru frá 2000 upp í kannski 10.000 og þá maður í raun búin að setja bara upp sjálfvirka samþykkt fyrir svona reikninga. En tek það samt fram að akkurat þennan reikning sem við erum að skoða akkurat núna að hann þarf að samþykja en í framhaldinu þegar næst kemur reikningur frá honum Kristjáni og hann einhvers staðar á bilinu 2 til 10.000 að þá samþykkist hann sjálfvirkt. Varðandi svo vinnubækurnar
að þá það ferli í raun óbreytt milli kerfa. Þannig að þegar rammaáætlun og fjárhagsáætlun, þegar þeirri vinnu lokið, að þá koma hérna eins og áður allar þær vinnubækur sem tengjast þinni afmörkun, þínum deildum, og sem dæmi bara í þessu tilfelli þá ég bara með eina vinnubók, ég bara með eina deild á mér sem afmörkun, grunnskólinn í Seahaven, og þannig að hér bara ferlið óbreytt milli kerfa, þannig að hér til dæmis bara væri farið í línur vinnubókar og farið í gegnum þær breytingar á áætlun sem eru á milli ára. Varðandi svo skýrslurnar, greiningartólin sem við erum með í nýjast útgáfunni, þá svo sem gott bara til uppröðunar að sjá hvernig þetta var í BS14, og í grunninn þá þetta í raun bara alveg sömu tólin og tækin sem eru hér, eins og við sjáum fjárhagur eftir málaflokkum og deildum, og fjárhagsgreining og samanburður, og síðan svo fjárhagsgreining aðalbókar, og svo málaflokka yfirlit, mánasamanburður og mánartölur. Að þetta allt til staðar í nýja kerfinu, en ég ætla aðeins að fara nánar yfir þetta núna. Já, þessar skýrslur og greiningartól eru hérna undir greining. Þar fjárhagur greining aðalbókar. Undir yfirlit fjárhagsgreining og samanburður og málaflokka yfirlit, og undir skýrslur erum við með mánaðartölur í Excel, fjárhagur eftir málaflokkum og deildum og mánaðarsamanburður, raun og áætlun. En eins og ég nefndi áðan, þá getum við aðlagað heimasíðuna eða forsíðuna að okkur, þannig að ef við sem dæmi vildum eitthvað færa til eða breyta, að þá sem dæmi ef við viljum bara hafa þessa skýrslu undir yfirlitinu, að þá lítið mál að færa það bara til, og við getum líka fært það eftir í hvaða röðu viljum hafa það. Þannig að hérna getum við leikið okkur alveg svo og þú vilt í raun hafa þetta. Síðan gerur bara lokið og þá ertu komið með þessar 3 undir yfirlit, og þá þetta svona orðið nær því að vera eins og þetta var í gamla kerfinu. Það reyndar síðan bara mjög misjafnt hvernig notendur hafa í gegnum árið notað þessar skýrslur og þessi greiningatól, þannig að ég ætla svo sem ekki að fara neitt djúpt ofan í hverju og eina, en ég ætla aðeins bara að fara þá, opna hverju og eina og bara svona rétt að sýna ykkur svona hvernig útlitið en í grunninn þá eru þessar skýrslur og greiningatól með í raun nákvæmlega sömu virkni og þetta var í BS14, þannig að þið myndu þá bara nýta ykkur það bara eins og þið gerðuð áður. Ef að við skoðum málaflokka yfirlit, þá í þessu tilfelli ég búin að taka af mér afmörkunina þar sem ég var bara með eina deild, bara þannig að þið sjáuð í raun þá allar deildir sem að tengjast mér sem notanda, og hérna í raun sjáum við þá allar hreyfingar og áætlun. Það svo sem ekki áætlun í þessari uppsetningu, en hérna getum við þá skoðað allar færslur niður á málaflokka, og í þessari valmynd getur í raun nýtt afmarkanir og unnið út frá þeim ef þú vilt fara niður á einhverja sérstaka deildir eða eitthvað þannig. En þú getur líka einnig tekið þetta út í Excel og leikið þar aðeins með þetta. Og ef við færum okkur yfir í fjárhagsgreining og samanburður,
að þá erum við komin hérna með áfram, við erum vinnum með deildirnar en núna erum við að velja út frá ákveðum samantektum sem eru uppsettar hjá okkur og því svo sem getið búið til nýjar samantektir ef að því að skipta en þá hér getum við til dæmis sprengt niður og skoðað niður og fæslur til dæmis eins og ég var með áðan afmörkun á 04280 og þá get ég skoðað nánar færslurnar sem að liggja á bakvið öllum þessum upphæðum. Og ef við förum svo í fjárhagur greining aðalbókar að þá þurfum við að fara hérna í aðgerðir og fáum hérna mynda yfirlit og í langflestum tilfellum erum við bara að vinna út frá alltakri vít 1 sem er málaflokkurinn og þú getur náttúrulega tekið afmörkun hérna niður á deildir og hérna er þá ef að þú ert með eina deild eða fleiri að þá koma þær fram hérna þú sækir samanburði hvað þú ætlar að skoða áætlunina og setur síðan dagsetningarnar hérna inn og síðan myndaru yfirlit. Þegar skráin er svo búin að keyra þá færðu þessa sýn og enn aftur þá getur notað afmörkunna hérna eða jafnvel bara tekið út í Excel og haldið áfram að vinna með þessa útgáfu. Ef við skoðum aðeins skýrslurnar þá núna, skýrslan mánaðarsamanburður raun og áætlun er að sýna okkur sama og yfirlitið fjárhagsgreining og samanburður sýndi nema þá að hérna fáum við þetta niður á mánuði. Hérna veljum við fjárhagsáætluna sem við erum að skoða og ef við erum með deildarafmörkun þá náttúrulega höfum við það en síðan bara keyrum við skýrsluna og hún kemur hér upp og hún sýnir okkur niður á mánuðina látum hann að keyra og hún lítur þá svona út. Þetta er þá sömu tölur og við vorum að skoða áðan í yfirlitinu. Næsta skýrsla við hliðin á sem heitir mánaðartölur í Excel er í raun að segja bara sama og þessi skýrsla hér nema að þarna sleppu við áætlunartölunni. Þannig að þegar við keyrum þessa skýrslu og ef við erum með hana áfram niður á þessa deild sem við vorum að skoða áðan og keyrum hana að þá fáum við út í raun sambarlegt skjal nema bara hér eru við eingöngu með rauntölur og svo í lokin er fjárhagur eftir málaflokkum og deildum og ef við gerum bara fyrsti 26 höfum 25 höfum allt árið 31.12.25 með samanburði við áætlun keyrum hana og þá fáum við hana hér en eins og ég tók fram hérna áðan að þá eru yfirlitin og skýrslurnar í raun óbreyttar á milli kerfa og þið sem notendur eru í raun að nota margar þessar skýrslur og yfirlit á mismunandi hátt þannig að ég mun fara betur yfir hverja eina skýrslu í sér vídeói en læt þetta duga í bili varðandi létta notendur.